En við ætlum að byrja á að ræða enn eina viðburðaríku fréttavikuna og hingað eru komin fréttamennirnir Agnes Bragadóttir og Kristinn Hrafnsson og þau eru sest hjá Þóru. Velkomin Agnes og Kristinn. Ég held að það sé óhætt að segja einmitt að það sé nóg af viðburðum til þess að ræða. Ætli við byrjum ekki á umtöluðustu stofnun landsins, þar að segja Seðlabankanum. Nú frumvarpið komið í gegn með nokkrum harmkvælum, komin bráðabirgða seðlabankastjóri sem Norðmaður. Hvernig líst ykkur á þetta? Mér líst bara vel á hann Norðmanni. Ég eins og það er alveg ótrúlega klent sem við byrjum á því að heyra manni vera að tala ensku á fyrsta blaðamfundina sem hann kynni sína tilveru og tilvist þarna í Seðlabankanum. Mér finnst það heldur langt seint sko. Fyrir þetta það náttúrulega að norðmenn sem tala ensku tala ekki bestu ensku og hljómförustu sem að væri heyrir sko. Já, en þetta nú kannski ekki stærstu vandamálin sem hann á við að glíma. Nei, ég hugsa ekki sko. Það getur verið ímyndavandi gagnvart íslenskum almenningi. En nei, ég held að það sé hafi verið mjög klókt að fá útlendingi í þetta og hins vegar náttúrulega ótrúlegt þessa vangaveltur það að kunna stangast á við stjórnarskrá að setja mann og skipa útlendingi embætti. Mér maður reykur í rogastans hvers konar samfélag eru við að búa í og hvers konar stjórnarskrá eru við þá að búa við. En vísbendingum það verður náttúrulega að fara að stokka upp þessa stjórnarskrá. Agnes, hvað finnst þér frumvarpið sem komið í gegn og stöðu Seðlabankans eins og Já, þetta frumvarpið náttúrulega hvorki fugl né fiskur, það var bara til þess að losna við Davíð Oddsson. Nú hefur þeim tekist það og það er komin þessi Norðmaður og ég get nú eiginlega tekið undir með Kristni þetta með enskuna á blaðamannafundi en það getur vel verið að hann hafi nú samt sem áður gert þetta líka fyrir íslenska blaða og fréttamenn sem eru nú ekkert allt of sleipir á svellinu í skandinavískum málum. Já, nefnilega. Margir hverjir. Þú var vísu náttúrulega mjög sleip í norskunni sko. Já, víst. Víst. En talandi einmitt Davíð Oddsson, hann var hér í, held ég geti lett mér að segja, frægu sprengidagsviðtali. Eitt af því sem að vakti kannski hvað mesta athygli voru þessu orðan þessu 100 EHF-a sem að hefðu fengið sér meðferð og þar ætti hlutamáli til dæmis þekktir menn í þjóðlífinu og stjórnmálamenn. Það liggja allir undir grunn. Þú ert eitthvað búin að vera að garfa í þessu eða ekki? Ég búin að vera að reyna og það náttúrulega, ég búin að vera að reyna eiginlega í allt haust að komast til botns í þessum málum og mér gengur mjög illa að fá upplýsingar þannig að ég var nú heldur glöð þegar Davíð talaði þó þetta afdráttarlaust þó ég hefði viljað að hann veitti meiri upplýsingar. Ég get kannski skilið það að vegna rannsóknarhagsmuna hafi hann ekki geta farið að nefna nöfn en ég trúi því ekki að hann hafi talað með þessum hætti án þess að vita að þessi félög séu til staðar. Og nú brennur þetta á þessum nýja saksóknara og rannsakenda að taka þetta mál til gaumgæfilegrar rannsóknar og komast til botns í þessu. Hann hlýtur hafa aðgangað gögnum bæði í öllum gömlu bönkunum. Þeim gögnum sem að blaðamenn hafa ekki aðgangað? Sem að við höfum ekki aðgangað vegna bankaleyndar. Og ég trúi því að Davíð hafi ekki getað sagt meira en hann sagði þó vegna þessa. Eru þið kompassfólk eitthvað búin að skoða þetta? Nei, við höfum ekki hennar lista, ég get nú staðfest það. Eins og það myndi við geta vel að sjá hann. Þannig farir eitthvað á ferð og það jaðra við að þetta sé orðið þannig núna að það eiginlega verði að birta. Það verður bara að leggja þetta á borðið hvaða félög þetta eru. Sko. Ég alveg sammála. Enda hvað þetta vera óeðlilegt við það að leggja sitt á borðið. Sko. Ef það ekkert að fela, það ekkert óeðlilegt við þessa fyrirgreiðslu og fullkomlega eðlilega skýringar á bakvið, þá ættu viðkomandi einstaklingar og aðilar að vera því fullkomlega sammála að þetta bara sett á borðið. Er þetta þá skilanefndana bara að leggja þetta fram með? Já, allir þurfum ekki einhverja pólitíska ákvörðun þar, skilanefndar séu bundnar til að þeir geti einfaldlega ekki lagt þetta fram. Sko, ef að það liggur fyrir inni í bönkunum að það eru eignarhaldsfélög, eins og hann sagði, jafnvel í hundruðavís, sem að eru í eigu þjóðþekktara einstaklinga og pólitíkusa eða stjórnmálamanna sem að hafi notið sérkjara, sem að hafi samið við sína banka eftir óeðlilegum leiðum, sem að hafi farið, þar sem að boðin hafi farið á milli hæða og verið talað í farsíma og símtöl ekki hljóðrituð eins og reglur kveða á og svo framvegis. Og ef það eru svona sérkjör, að þá ég algjörlega sammálaði. Það gengur ekki að við bíðum eftir því að fá að vita hverjir þetta eru, að því að verður að upplýsa það og verður að upplýsa það fyrir kosningar, að því að kannski kallar þetta á runu afsagna. Já,
Þetta verður bara að liggja fyrir kosningar. Það verður að gera það, sjálfsögðu. Þá loðum við núna að þeir sem eru að tilkynna að þeir sem draga sig í hlé úr stjórnmálum núna. Já. Þá velta menn alltaf fyrir sér ástæðinu, mennir. Nákvæmlega, sko, við getum ekki búið í svo samfélagi, skilur, það sem þetta þetta er óljóst, þetta verður bara ekki að borðið. Talandi pólitíkina, það hefur nú ýmislegt gengið á þar, ný könnun, þar sem aðeins 4 flokkar virðast ætla að ná mönnum á þing. Frjálslynda-flokkurinn þurrkast út, Kristinn H. gengur í Framsókn, en bíð eftir að vita hvað Ingibjörg Sólrún ætlar að gera. Jón komin heim. Hvað segirðu? Jón komin heim. Jón komin heim og svo þessi könnun það að Jóhanna njóti mun meiri stuðnings en Ingibjörg, hvað? Já, það ekkert að marka hana átt á því, hún gerð fyrir Stöð 2, sko. Það ekkert að marka skoðana hvernig sem gerð fyrir Stöð 2 eins og var slegið fram á þessu vettvangi í vikunni, sko. Já, en athugið það í sambandi við þessa skoðanakönnun sem birtist í Bylgjunni í hádeginu í dag. Jóhanna náttúrulega með afgerandi mestan stuðning í formannsæti. Af þeim 3? Já, af þeim 3 og það er bara spurt þau 3. En er það ekki merkilegt að það skuli aðeins muna 3% á Ingibjörgu Sólrúnu formanni og Jóni Baldvin Hannibalsinni? 16% og 13%. Þetta er náttúrulega bara, þetta segir okkur, við þurfum eiginlega ekkert að bíða fram að hádegi á morgun til þess að heyra hvað Ingibjörg Sólrún ætlar að gera. Hún fer ekkert fram. Nei, ég held að sé alveg bara bóleikjandi. Ég held að hljóti bara vera út frá hennar hagsmunu líka, hún ætlar að klást við veikindi, hún ætti náttúrulega að draga sér í lífið þess að glíma við það og láta Jóhann eftir sviðið. En á hún þá ekki möguleika því að koma aftur hreinlega, því að Jóhanna, hún verður varla þarna í áratugir, hún er búin að vera í 3. Jóhanna kom aftur, hennar tími kom og vel verið að tími Ingibjargar Sólrúnar komi einhver tíman aftur. Ég meina, ég er ekki spámaður, ég er bara fréttamaður. Já, mér finnst það líklegt. Ég er sem að farin það tíma líka að menn geti gert þetta, dreigja sig til hliðar, farið til hliðar, lesið í andrúmið og eigið þá endurkomu, sko. En hangið ekki eins og hundar á roði á sinni stöðu, þangað til að mönnum menn eru dregnir út, sko. Þannig að naglaförin eru á borðinu, sem maður heitir nú bara í atburði dagsins í dag. Og talandi menn sem að draga sig í hlé. Árni Mathiesen búinn að ákveða að gefa ekki kost á sér áfram til setu á þingi og svo kemur það í ljós í dag í Morgunblaðinu að líklega hafi hryðjuverkalögin verið sett á okkur vegna þessa samtals Árna Mathiesen og Alistair Darling og það kemur honum mjög óvart og þetta svona setur málið aftur upp í loft. Algjörlega og ég meina þetta er þá skýring sem að Darling gaf fyrir bresku þingnefndinni 3. nóvember síðastliðinn ef ég man það rétt og segir að þetta samtal hafi verið ástæðan. Árni hefur ekki staðfest það og að þetta hafi gerst með þessum hætti. Þannig að, bara orð gegn orði ennþá. Hvernig getur Árni Mathiesen verið kveð upp úr það hvað býr að baki ákvörðun Alistair Darling. Það er einu maður sem getur svarað því Alistair Darling. Já, við höfum fengið að heyra þetta samtal þeirra, orð fyrir orð hér í Kastljósinu. Ég veit það. Er þetta ekki spurning um túlkun? Þetta er spurning um túlkun. Ég held að það sé nefnilega alveg tvímælis. Á samtalinu? Já, túlkun á samtalinu. Og Darling, hann náttúrulega framdi þarna hryðjuverk sjálfur, gagnvart okkur Íslendingum, með fulltingi Brown. Og ég segi Brúnn og Elskan eru okkar óvinnir og við höfum að taka á þeim að fullri hörku og hvað þýðir það að taka á þeim að fullri hörku? Í sambandi við IceSafe. Við eigum að semja og við höfum að vanda miklu betur valið heldur en Steingrímur J. hefur gert í sambandi við þessa samninganefnd sem hann hefur skipað. Ég tel að það sé ekki sniðugur leikur hjá honum að setja fyrirverandi pólitíkus og núverandi diplómat yfir þessa sendinefnd. Já, þú ert ekki ánægð með Svavar Gestsson? Svavar Gestsson er örugglega fínn. Hann hefur enga reynslu á þessu sviði í sambandi við samninga. Við þurfum að hafa útsmogna og rosalega klára hörku lögfræðinga. Mestu mannvitsbrekkur landsins eins og Pétur Blöndal orðaði það og hörkutól sem að þurfa að fara í þetta af mikilli hörku af því að það eru svo gríðarlegir hagsmunir í húfi. Hvað segir þú? Haldið hans til haga, hvað Árni sagði í þessu samtali við Darling? Hann sagði, innistæður verða tryggðar af tryggingarsjóði innistæðueigenda en það eru bara engin peningar í honum. Hann er tómur, þannig að það fá ekkert. Þannig að þér finnst þetta kannski ekki... Er þetta allt Árna Matt að kenna? Nei, það er ég ekkert að segja. Ég hins vegar auðvitað eru menn að spila pólitík í Bretlandi og reyna að
gera sína stöðu hvað besta, sko. Auðvitað. Það er, og reyndar, mann rakið rogast að þegar maður las þessi lög, hryðjuverkalög, eiginlega hversu óskaplega víðtækar heimildir breska ríki hefur. Hryðjuverkalög plús þessi viðauki sem snýra þessari svokölluðu árás á efnahagslega hagsmuni breskra þegna, og þetta eru ótrúlega víðtæk lög og aðgerðin sjálf. Ég held að það hefði verið algjörlega galið að fara í eitthvað mál við bresk stjórnvöld vegna þess að lögin eru skýr og þau gefa þessar heimildir. Eins galið og það er, og það var þetta gagnrýnt á sínum tíma þegar þessi lög voru. Það er ekki búið að afskrifa það að við förum í mál. Þetta var mistúlkun á orðum Gylfa Magnússonar í Financial Times. Hann er búinn að draga það tilbaka, þessa túlkun. Nei, með það er ekki búið að afskrifa dómstólinn, ekki satt. Aðeins að öðru og einhverju sem að snertir þín og heilmikið, Agnes, það er búið að selja Árvökur. Það eru komin 9 eigendur og ég sé að þú brosir breitt. Já, ég geri það bara. Ég er bara alveg hæst ánað með þennan nýja flotta eigendahóp. Já, nýja flotta eigendahóp. Þú ert svona sátt. Ég er bara mjög sátt og ég hlustaði á Óskar Magnússon sem að fer fyrir þessum hópi í þættinu hjá þér í gærkvöldi og ég var bara virkilega imponeruð að því hvernig hann talaði og ég hugsaði bara, heyrðu, þetta bara er ekta alvöru genuine morgunblaðsmaður að tala. Og gerist það ekki betri en það? Nei, það gerist ekki betri en að vera ekta alvöru genuine morgunblaðsmenn. Og miðað við það hvernig hann talaði, að þá held ég bara að við munum halda áfram að gefa út rosalega öflugt og fínt og flott fréttablað sem að þjóðin mun bara sjá að við munum gera. Þannig að starfsfólki treystir því að þessi hópur sé ekki að kaupa blaðið sem málgagn? Það held ég alveg örugglega. Kristín, hvernig líst þér? Líst þér jafn vel ertu jafn imponeraður? Nei, ég hef svona ekkert að skoða þessum hópi. Þetta eru, jú, það er svona ákveðin litur hérna við línuna. Þetta eru tengslarna við kvótaauð og það er spurning hvort að blaðið munum þá svona taka dálítið kúvendingu í stefnu sinni hvort auðlindagjaldi og kvótakerfinu. Þetta er ekki bara tengsl, það eru 3 af 7. Þannig að við skulum bara halda því til haga sem er rétti. Það eru lögfræðingar, það er prentsmiðjueigandi, það er fyrrverandi eigandi Pennans, þannig að við skulum ekkert vera búa til einhvern einsleitan hóp. Þetta er ekkert einsleitan hóp. Af hverju skildu þessum vera að kaupa blaðið? Af hverju skildu menn vilja að kaupa Morgunblaðið? Vegna þess að þykir svo mörgum væntum Morgunblaðið sem betur fer og vilja veg Morgunblaðsins áfram mikinn og góðan og ég bara er mjög ánægð og hamingjusöm yfir því hversu mörgum þykir væntum Morgunblaðið og vilja eiga það. Við vorum ekkert bjartsýn hérna í lok nóvember að það yrði bara slegist Morgunblaðið. Mér finnst þetta bara alveg frábært að skulle hafa verið slegist það og ég er mjög fegin að þessi hópur fékk Morgunblaðið en ekki þessi Ástrali sem ég ætla nú ekki að hafa fleiri orðum. Þú ætlar ekki að hafa fleiri orðum en þú? Ekki nokkur einasta orð sem það hafði þannig að þitt hjarta mun sláði takt með þessu nýja eigendahópi eins og þú sagði nú í blaðinu á dögunum. Já, svo fremi sem að þeirra hjarta þarna fyrir ekki hjartastopp. En það er svona, það er... Ég meina, ég ætla að fara jákvæð inn í það að vinna í eigu þessara nýju eigenda. Ég ætla að fara jákvæð inn í það og ekki með fordóma. Svo verðum við bara að sjá og gefa þarna þessu séns og sjá hvað tíminn leiðir í ljós. En á það skipta nokkur máli hver á fjölmiðil? Kristín, þetta er svolítið skemmtilegt viðtalið þessi yfirhersla hérna. Ég ætla að segja að Þóra mín vilt ekki bara skreppa í kaffi. Ég gæti gert það, fyllt hérna vaskrið svona. En eigum við ekki aðeins, mér langar að minnast á tvennt og við eigum stuttan tíma eftir. Annars vegar þessa könnun forsetann. Það er að segja að 31% landsmanna er ánægt með hann, 46% óánægð og þetta er nú ekki oft sem að svona kannanir birtast forseta Íslands sem að er þetta sammenningatákn og að vera óumdeildur. Þetta mun bara gerast í framtíðinni og þessi óánægjutala, hún mun bara aukast vegna þess að auðvitað er þjóðin að sjá smám saman í gegnum sýndarmennskuna og froðusnakkið í honum og hvernig hann hefur komið fram, hvernig hann hefur mært útrásar víkinga og hagað sér og hann er búinn að tapa jarðsambandi við þessa þjóð og þjóðin er búinn að átta sig á því. Ég held að ég er ekki ósammála því að þetta snúið kannski endilega að Ólafur Ragnar ég held að það snúið embættinu. Ég held að með séu kannski að átta sig á því að þetta embættið er þarflaust og það hefur verið mikið umræðan gagnvart hérna endurskoðun stjórnarskrárinnar. Að hreinlega að stroka út þennan þessa arleið frá konungstengingunni sem einhvern veginn slísaðast inn í stjórnarskrána þegar okkur vantaði eitthvað blanko til að fylla upp í staðinn fyrir kónginn.
í þessari ákala vondu stjórnarskrá sem við búum við og sem þarf að endurskoða og þá held ég að menn hljóta að byrja að gefa til þess að stroka burt þetta embætti, en það er þarflust, gagnslust. Þetta er bara rangt hjá honum, bara svo ég haldi því til haga. Haldið því til haga, bara rétt í lokin, svo við gleymum okkur ekki alveg í naflaskoðunni, það er svo margt fyrir að gerast hér í okkar samfélagi, lítum aðeins út í heim, ég veit að þú veist að fylgjast með Obama í dag og svo sem þó nokkuð mikil tíðindi þar. Já, nú byrjuðu til útlönd. Það eru til útlönd, þó að menn til að gleyma því. Ekki tala Davíð. Nei, ég vakti þér á nótt til þess að horfa á ræðu Obama í svona flutti í þinginu, stefnuræðu sína sem var alveg stórmerkileg og alveg absúrt að gera mér fréttir af henni og fjárlögunum því að það eru mikil tíðindaði fyrir okkur að þið til, sóknarfæri, þarna á að setja stóra fjárhæðir í nýja leiðir í orkuvinnslu, jarðvarma og fleira sem að gæti jafnvel þýtt sóknarfæri fyrir okkur og nótabene umræðan í Bandaríkjunum gagnvart skattaskjólum, hún er alveg stórmerkileg. Það er bara, sko, nú verður þetta lagt niður, þetta er aðför að almenningi, þetta er aðför að lýðræðinu í Bandaríkjunum og við þurrkum út og þegar Bandaríkjumennir segja það, að þá þeir hafa græðu til að bakka þetta upp og þá verður eitthvað gert. Er það fyrir ríkisskattstjóra? Hann er ótakarættur Steingrímur J. Sigfússon, skilur, og talar með Sko, Obama, Bandaríkjamenn eru náttúrulega í gríðarlegum vandræðum, ekki síður en við, þó að við höfum að vísu bankahrunið umfram þá, þeir hafa marga hrundabanka sem að þeir hafa þurft að ríkisstyrkja og svo framvegis. En Obama, hvað er hann að gera? Hann er að gera það sem að Davíð Oddsson var að lýsa eftir í Kastljósviðtalinu í fyrrakvöld. Eða var ekki nei, á Sprengidag. Á Sprengidag. Hann var að lýsa eftir því að það væru hérna forystumenn í þjóðfélaginu, það væru stjórnmálamenn sem var að stappa stálinu í þjóð sína, sem var að leiða hana áfram í gegnum þetta og sýninni hvernig þeir ætluðu að koma inn í gegnum þetta. Það er Obama að gera, við blessaðan kannan, innan gæsalappa, en það er enginn að gera það hér, á stjórnmálamöfum. Svo sjáum við til hvað gerist þá eftir 25. apríl. Kærar þakkir fyrir komuna, Agnes og Kristín.